Guðs kennir okkur að vera glöð í Guði. En stundum getur það verið erfitt. Góð leið til að hressa sig við til dæmis að taka þátt í samkomu sem þessari. Jesús kom ekki í heiminn til að dæma hann, heldur til að frelsa og gefa okkur nýtt upphaf. Við í Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomu í dag. Nú eru 60 sekúndur eftir í samkomu. Verum því dugleg að deila samkomunni sem víðast til blessunar fyrir aðra.
Það svo sannarlega líf og kraftur og frelsi í húsi Guðs. Þannig að mér langar til þess að biðja og mér langar til þess að við lyftum bara höndum okkar og biðjum Guð þetta frelsi. Hann með frelsin í þína kringumstæður og mína kringumstæður. Drottinn, við lyftum þér upp. Ég þakka þér fyrir frelsið sem í þér, Drottinn. Ég þakka þér fyrir nýtt upphaf. Ég þakka þér fyrir vonina sem í þér. Og Drottinn, ég þakka þér líka fyrir að það þú sem vannst verkið. Ég þarf ekki að puða eða erfiða. Það eina sem ég þarf að gera að lyfta upp þínu heilaga nafni. Og Drottinn, þegar við lyftum upp þínu nafni, að þá segir í orði þínu að þú dregur alla menn til þín. Alla menn, Jesús. Og Drottinn, ég bið, Drottinn, gegnumbrot í líf okkar allra. Við erum öll að gangi gegnum eitthvað og við þurfum á þér að halda.
Og Drottinn, í dag að þá setjum við augu okkar á þig. Því að þú ert okkar frelsari. Þú ert okkar von, Drottinn. Þú ert sá sem að skipti máli í öllu því sem við göngum í gegnum. Og Drottinn, ég tala frið sem æðri öllum kringumstæðum inn í líf okkar allra. Og við biðjum í Jesú nafni. Halleluja. Höldum áfram í magnaðri lofgjör hér í dag. Amen. Nú syng ég halleluja, því ég hræðist ekki óvininn. Nú syng ég halleluja, hærra en öll vantrúin. Nú syng ég halleluja, söngur minn. Nú syng ég halleluja, með mér stendur himinninn. Storminum í skal ég syngja mitt lag. Herra og Herra mun ég lofa hann þetta. Úr öskunni stíg saman. Nú syng ég halleluja, með öllu sem hindra Nú syng ég halleluja, myrkrið þar hörfa fer. Nú syng ég halleluja, þá fær undur hans mitt auga sér. Nú syng ég halleluja, óttinn flýr og sleppir mér. Storminum í skal ég syngja mitt lag. Herra og Herra mun ég lofa hann þetta. Úr öskunni stíg vonin að finn. Þú sigraðir dauðann, þú konungur minn. Halleluja. Syngjum aðeins hærra, Syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins hærra. syngjum aðeins Herra. Syngjum saman. Syngjum aðeins hærra, Ég hræðist ekki óvininn, syngjum aðeins hærra, hærra en vantrúin. syngjum aðeins hærra, Opni það söngur minn, syngjum aðeins hærra, með mér stendur himinninn. syngjum aðeins hærra, Ég hræðist ekki óvininn, syngjum aðeins hærra, hærra en vantrúin. syngjum aðeins hærra, Opni það söngur minn, syngjum aðeins hærra, með mér stendur himinninn. syngjum aðeins hærra. Storminum í skal ég syngja mitt lag. Herra og Herra mun ég lofa hann þetta. Öskunni stíg vonin að finn. Sigraðir dauðann, þú konungur
Hósanna í hæstu hæðum. Jesus. Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstu hæðum. Nú sé ég nýja kynslóð taka sína stöðu í trú af hreinina, af hreinina. Ég sé að vakning kemur, herði lautin Guðs í bað og lofum hann, og lofum hann. Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstu hæðum. Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstu Hósanna, Hósanna í hæstu hæðum. Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstu hæðum. Hósanna, Hósanna, Hósanna í hæstu hæðum. Hósanna, Hósanna,
söng. Allt þitt fólk og englar krjúpa við þinn stól. Kasta krúnum öldungar og lofa lambið Guð með söng. Þú ert verður það sá.
Því frá þér kemur allt og fyrir þig allt. Þín dýrð og heiður. Þú farður með Þú farður með Því frá þér kemur allt og fyrir þig allt. Þín dýrð og heiður. Þín dýrðin, Drottinn minn. Amen. Takk Jesus. Halleluja. Þín dýrð og heiður. Þessi lína því að frá þér kemur allt og fyrir þig allt. Því ég heyrði hana fyrst fyrir nokkrum vikum síðan, ég bara, já Drottinn, fyrir þig allt, frá þér kemur allt. Hans svo sannarlega heiðurinn og dýrðin. Amen. Hvernig væri að við bara teygjum aðeins hendur upp og bara lofum hann. Því að fyrir þig allt, Herra minn. Og frá þér kemur allt, Drottinn. Ég þakka þér fyrir allar kringumstæður. Því að þú lætur alla hluti samverka til góðs. Drottinn, þú getur gert hluti sem að við getum ekki einu sinni óra fyrir. Það getur þú gert, Drottinn. Þú getur fært lækningu þar sem að læknar segja ekki hægt að fá lækningu. Þú getur tala frið þar sem að engin friður. Drottinn, þú hefur hastað á storminn og hann verður að hlýða þér. Því að frá þér kemur allt og fyrir þig allt. Þín dýrð og þinn heiður. Og ég bara lofa þig hér í dag. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að fá að koma saman í þínu nafni. Og ég byrjum að blessa einn og sérhvern sem komin hér í dag. Gaman að sjá andlit aftur. Þá að segja bara hlut af andlitum, þá það gaman. Og ég veit að fólk að horfa heima. Við erum í eitthvað vesen með útsendinguna, en það vonandi að lagast. En Guð stærri, má ég heyra með henn. Og það svo gott, vinir, að minna sig á það. Það sem að gerist í lofgjörð. Við áttum okkur betur á því hver Guð Og það setur einhvern veginn, þegar við áttum okkur á því hver Guð gaman að sjá því. Og þá fer allt annað í samengi, ekki satt. Allt í einu fara okkar kringustæður, þú veist að vera bara, já, I can do this. Og þess vegna sagði Davíð á sínum tíma, ég hef augum inn til fjallan, ég horfi upp. Ég horfi ekki niður á kringustæðum mínir, ég horfi upp. Hvaðan kemur mér hjálp mín kemur frá Drottni. Og við kannski sjáum það ekki núna. Við erum kannski í einhverjum kringustæðum, jafnvel að díla við einhver veikind og við hugsaum, hvernig getur þetta orðið gott? En vinir, Jesús sér ekki kringustæðunar héðan. Hann sér þær héðan. Hann sér allt, hvernig allt getur samverkað til góðs. Jafnvel þessa erfiðu, þungu reynslur sem nú ekkert grín að fara í gegnum. En svo líka svo frábært þegar maður treystir Drottnum og horfir tilbaka og bara, vá, Drottinn, þú varst með. Og vinir, ég vil bara minna ykkur á það, Drottinn með. Það hann sem hastaði á storminn, munið eftir. Lærisveinarnir fóru á taugum. Hann gerði það ekki. Hann hastaði á storminn. Og stormurinn hlýddi. Þannig í Jesú nafni, þá höstum við á storminn. Amen, dísi Guði. En við ætlum að taka samskot. Og til sem að viljið bara velkomin að taka þátt, ég geti annarkvort nota þessar bankaupplýsingar, við erum líka með posa frammi fyrir ykkur sem heima. Bara Drottinn bless ykkur. Og bara, já, spennandi hluti framöndan. Bara spennandi hlutir. Drottinn bless ykkur meðan við gefum.
Ég þarfnast þín. Meir en í gær, ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Ég þarfnast þín. Meir en í gær, ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Án þín eilífa þæg, konungur hjarta míns. Drottinn, þú ert mitt líf. Jesús mér allt, já, drottinn að eilífu. Ég ganga við þér við hlið. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín. Meir en í gær, ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Halleluja, drottinn. Ég þarfnast þín, elsku Jesús, og ég elska þig, Faðir. Ég elska þig svo heitt. 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 Syngjum saman, ég elska þig, halleluja. Ég elska þig svo heitt. 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 Og við elskum þig, Jesús. Halleluja. Við elskum þig svo heitt. Ég elska 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 þig, Jesús. Og þú sem ert að hugsa málið, við hvetjum þig endilega. Þú sér ekkert í. Hann er það besta og eina. Halleluja. Ef að syngja einu sinni saman, ég elska þig, Jesus. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Ég elska
elskar þig nefnilega. Halleluja. Hann elskar þig svo heitt. Hann elskar þig svo heitt. Hann elskar þig svo heitt. Amen. Amen. Eru þau ekki stórkostlega? Hvernig væri að gefa þessum snillingum? Vitið, það er ekki nóg að hafa hæfileika. Það er þessi X-faktor sem kemur með, margir hugsa X-faktor og þá bara þáttinn X-faktor. En fyrir mér er X-faktor smurning, leysing og maður finnur alveg munin. Og mér finnst mjög athyglisvert að skoða það þegar maður er að horfa á svona þætti, þið vitið, í sjónvarpinu, þú veist, American Idol og allir þessi þættir. Krakkar sem að virkilega ná árangri eru krakkar sem að koma úr kirkju. Veist, krakkar sem eru með þessa smurningu, þekkja Drottinn og maður finnur munin. Þú bara getur ekki leikið þetta eftir. Þannig að, elskurnar mínar, Drottinn bless ykkur. Þetta er bara magnað. Amen, má ég heyra amen? Er allir glaðir í dag? Það allir er rétt að vona. Við erum bara að klára COVID og það er bjart framundan, vonandi fá ekki 4. eða 5. bylgjuna eða eitthvað svona. En ef svo er, þá bara tæklum við það með æðruleysi eins og við gert hingað til. Við látum ekki deigan síga. Svo er konudagurinn í dag. Linda rétt. Allir vil reynda að meina að það allir dagar séu konudagar, en allir minn segir alla réttu hlutina. En það er rétt, innilega til hamingju með daginn, konur. Án ykkar, án okkar, væri ekki neitt. Er það ekki bara svolítið þannig? Amen. Þannig að bara Drottinn bless ykkur daginn. Mér langar til að tala efni í dag sem að ég hef verið að huglega mjög lengi. Og ég hef ekki alveg vita hvernig ég ætti að koma frá mér. Og það ber yfirskriftina: ert þú hugsanlega þinn versti óvinur? Það er bara góð spurning. Og þegar ég horfi yfir farin veg og yfir líf mitt, þá hef ég stundum bara verið minn versti óvinur. Ég hef tekið skringilegar ákvarðanir hér og þar sem hefur orsakað það að ég hef stundum ratað í einhverja raunir. En það sem á að gerast með lífinu, krakkar, það er það að við eigum að líkjast honum meir og meir. Læra að hlusta á röddu Guðs. Og ég man þegar ég var til dæmis, ég vil bara segja ykkur eina stutt að sögja mér, í menntaskóla. Ég var að byrja í menntaskóla, það var svo hrikalega gaman að byrja í menntaskóla. Og hver nefndi að læra? Veist, í alvörunni. Og ég einhvern veginn hélt að þetta væri bara ekkert mál, þangað til koma prófi og þá fékk ég bara nánast taugaáfall, læriði eins og ég veit ekki hvað fyrir prófið og náði. En með taugaáfall á bakinu. Og það er einmitt það sem maður gerir svolítið á yngri árum, maður hleypur svolítið af sér hornin. Maður tekur ákvörðun sem vonandi maður tekur ekki aftur. Og það er það sem að lífið kennir manni. Og ég man eftir þess að fyrstu önnu, ég hugsa, ok, þetta er ekki alveg nógu sniðugt, ég ætla að fara að læra betur. Ég ætla að fara að læra reglulega. Og einhvernar ég alveg náði ágætlega, en einhvernar fóru bara upp á við eftir því sem ég lærði með þetta. Að vera ekki minn eigin versti óvinur. Taki ekki einhverju svona óskynsamlegar ákvarðanir sem að myndi í rauninni trufla friðinn minn og í rauninni bara framtíð. Og það er stundum þannig með okkur vinir. Þegar við erum að ganga inn í nýja tíma, þá er svo mikilvægt að við séum vakandi fyrir þessu. Að við heyrum röddu Guðs þegar hún talar. Þegar ég ætla bara að segja við ykkur, Guð er að tala við ykkur á hverjum einasta degi. En margir bara átta sig ekki á því. Þeir heyri ekki röddu Guðs út af það er svo mikið læti í kringum viðkomandi. Og ég var með Lindu í viðtali daginn og það sem við höfum kannski lært á COVID,
það er þetta að slaka meira á. Það þarf ekki að vera allt í gangi alltaf. Lífið er ekki, það snýst lífið ekki. Og fyrir mér, ég ætla ekki að fara aftur á hamsturhjólið og bara hlaupa, bara út af því að það er svo gott að hlaupa. Það er alveg gott að hlaupa, en bara svona í hófi, gott fólk. Og þess vegna er svo mikilvægt, vinir, að við heyrum röddu Guðs. Við getum það nefnilega núna, út af því að það er ekki svo mikið læti kringum okkur. Og pössum upp á það, vinir, þegar Guð er búinn að taka okkur af þessum, eða úr þessum látum, að við göngum ekki inn í þessi læti aftur. Og við verðum okkar jafnvel, okkar versti óvinur. Hvenær erum við í mestri hættu að taka ranga ákvörðun? Það er ótrúlega mikilvægt að þekkja sjálfa sig. Að gera sig grein fyrir því hvað það er sem að triggera mann. Og fyrir mér, þegar ég stend frammi fyrir vali, ákvörðun, ég er að fara að taka ykkur skref í lífinu, þá er ég farin að hlusta mjög vel á innri þrýsting. Kannast eitthvað við þennan innri þrýsting? Eitthvað sem kemur upp, þú ert við það að fara að taka ranga ákvörðun. Þetta er Guð. Þrýstingurinn er heilagur andi. Hann er að vara þig við. Og vinir, það skiptir svo miklu máli að hlusta. Og ef þið finnir þrýsting, að taka skref tilbaka, pása sér pínlítið, taka skref tilbaka og gera ekki neitt fyrir þið finnir frið Guðs. Páll sagði, hann sagði, ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil gera, ger ég ekki. Hitt sem ég hata, ger ég. Þetta sagði hann þegar hann var að byrja göngunum með Guði. Seinna sagði hann, ég er fullna skeiðið. Seinna sagði hann, ég er ekki lengur þetta, ég er þetta. Ég kann að taka ákvarðanir, ég kann að feta rétta brautir. Ég er fullna skeiðið. Ég vildi ég væri þar. Ég er ekki þar. Ég hef ekki fullna skeiðið. Vandræðin nefnilega byrja oft þegar við förum að selja okkur hugmyndir. Þegar við förum að réttlæta eitthvað ákveðið. Þegar við erum komin í þann gír og við erum farin að réttlæta eigin slæma hegðun, þá þurfum við að ýta á pásu. Þá þurfum við að ýta á pásu. Taka skref tilbaka og endurmeta. Ótrúlega mikilvægt að endurmeta, taka pásu. Og mér langar til þess að sýna ykkur í orði Guðs hvað við eigum að gera í svona kringumstæðum. Og vinir, það er allt að finna í orði Guðs. Það er bara þannig. Ég hef sagt það við Lindu og ég hef sagt það við fleiri. Allar vestrænar sjálfshjálparbækur, 12-spora-kerfi, annað slíkt, Dale Carnegie. Þetta er allt að finna í Biblíunni. Hvert einasta atriði fyrir okkur að vegna vel í lífinu, það er að finna í reikningunni. Og við erum ofta að leita svo langt yfirskamt, meðan sannleikurinn er bara í hjartan á þér. Og mér langar til þess að fara í frásögn af Davíð konungi og hvernig hann tæklaði svolítið svipaða kringumstæður og ég er að tala um nú. Og þetta er frásögn í Gamla testamentinu. Þetta er sagan að Davíð áður en Davíð var konungur. Við munum söguna þegar hann fór út og hann sigraði Gólíat. Það er saga sem ég var reyndar að segja þess að sögu í bílnum á leiðninga. Ég sagði börnunum mínum frá þessari sögu, en þeim fannst það mjög athyglisverð. Davíð nefnilega sigraði Gólíat. Og ef að Davíð hefði verið upp okkar tímum, hann hefði sigrað Gólíat, þá hann hefði verið alveg mega stjarna. Hann hefði verið svona eins og Kanye West eða Kardashian, eða hann hefði verið svo rosalega frægur, og það er það sem gerðist. Davíð var gríðarlega frægur fyrir vikið, það vissu allir hver Davíð var. Og kóngurinn á þeim tíma, hann Sál, bauð Davíð út af því að hann var svo mikil kempa, hann var svo mikil hetja. Hann bauð hann bauð Davíð og hann sagði, Davíð, komdu til mig og búið í höllinni hjá mér. Og Davíð gerði það. Og það sem að meira var, Davíð giftist dóttur Sáls.
Hann var vel metinn. Hann var nefnilega smurður til þess að vera konungur í Ísrael. Það vissu allir að Davíð átti einhvern tímann eftir að vera konungur í Ísrael. En Davíð var á þessum tíma bara auðmjúkur, ungur maður og var ekkert að flýta sér. Nema hvað að Sál átti rosalega erfitt með Davíð. Hann fór að finna afbrýðisemi í hjarta sínu. Hann átti mjög erfitt með það að Davíð vegnaði vel. Og það voru jafnvel samin þá sögur, lög. Sál felldi 1000, Davíð 10.000. Og ég hugsa að Sál hafi bara verið alls ekki rosalega glaður með þessa söngva sem voru að spretta upp hér og þar. Þar sem að Davíð var hyltur, en Sál not so much. Og það var þannig að þetta varð í rauninu óviðunandi ástand og Sál reyndi að drepa Davíð. Og það sem að gerist í kjölfarið í rauninu bara eins og í bíómynd. Sál þurfti að flýja. Davíð þurfti að flýja. Rétt. Davíð þurfti að flýja. Og vitið það, hann var að flótta í mörg ár. Aðili sem var kallar á Guði, smurður til að vera konungur yfir Ísrael. Hann var eins og bara ótíndur glæpamaður á hlaupum undan Sál. Og Sál vissi betur. Sál vissi betur. En það stoppaði ekki Sál því að hann var með, Biblían talar að illur andi hafi náð tökum á Sál. Og hann var bara svona, þið vitið, það var ekkert sem stoppaði Sál. Og hann var alveg hægri vinstri að senda út leitarflokka og njósnara til þess að reyna að finna hvar Davíð var. Svo heyrði hann af því að Davíð var á ákveðnum stað og Sál, og þarna Davíð, bara útskýra hvernig aðstæðurnar voru þá, og þarna liðið mörg ár, hann búinn að vera á flótta í mörg ár. Og Davíð var í rauninu komin upp með bara svona lítinn her of his own, sem var bara aðrir menn í sömu stöðu. Útlagar, fólk sem hafði hvergi höfði sín halla. Þetta voru orðnir kappar Davíðs. Ég myndi mér að þetta hafi verið svona kannski 200-300 manns, eitthvað svoleiðis. Sál hins vegar frétti af Davíð. Hann fréttir af honum í Engedi og það sem að Sál gerir að hann kallar til 3000 menn til þess að fylgja honum á þennan stað til Engedi. 3000 manns, pínu overkill. Og hann vissi það. En greinilega hræddur við Davíð. Þannig að upphófst athyglisverð vegferð. Sál fer á undan og með 3000 menn að baki og að leita að Davíð. Og svo gerist, eins og gerist stundum hjá fólki, það þarf að fara á klósettið. Og þetta er sennilega eina skipti í Biblíunni sem talað klósettferð. Það í þessari frásögn. Finnst þið ekki skemmtilegt? Það sérstaklega talað þessa klósettferð. En allavega, Engedi þannig stað að það fullt af hellum. Margir hellar. Og Sál þarna, komin í spreng, þarf að fara á klósettið, stoppar herdeildina, það það sem kongar geta gert. Hann þarf að fara á klósettið og það þurfa allir að stoppa. Þannig að Sál fer inn í hellin og sest og hækjur sér. Þetta alveg útskýrt. Flettið upp þessum kafla. En allavega, það sem gerist það, sem ótrúlegt, algjörlega ótrúlegt, innst í þessum sama helli, Davíð og menn hans að fela sig fyrir konginum. Og þið getið ímyndað ykkur. Wow, hvað Guð að gera? Hann búinn að leiða Sál í veg okkar, sagði menn Davíðs. Hann að gefa þér konunginn. Nú bara förum við og tökum hann á lífi og málið afgreitt. Og við getum öll farið heim og við getum öll notið þess að vera bara í konungsríkinu þar sem við eigum að vera. Og ég held til að byrja með að þá hafi Davíð fundist þetta bara ágætis hugmynd. Enda ekki skrítið.
búinn að vera hundeltur af Sál í 10-12 ár, vitandi að hann ætti að vera konungur í Ísrael. Þið getið ímyndað ykkur að hann gat réttlætt fyrir sjálfu sér að gera alls konar hluti og taka hann af lífi. Það var réttlætanlegt. Það var svo sannarlega réttlætanlegt. Sál var búinn að haga sér eins og ég veit ekki hvað. Haldinn illum anda. En hvað gerist? Elska Davíð, hann alveg frábær. Davíð tekur upp hníf sinn, gengur að Sál. En það kemur ykkur innri þrýstingur í lífi Sáls, í lífi Davíðs. Það kemur hik. Það kemur eitthvað sem stoppar hann af. Og það er það sem er svo dásamlegt við Davíð. Þess vegna er hann kallaði maður eftir Guðs eigin hjarta. Hann heyrði röddu Guðs. Hann heyrði röddu Guðs þegar það skipti máli. Og hvað gerist? Hann lappar upp að Sál og hann rífur, hann sker bút af skikkju Sáls. Og Sál vissi ekki einu sinni af því. Hann kemur tilbaka og ég er alveg viss að mennirnir hans hafi verið brjálaðir. Ekki sáttir. Búin að þurfa að fara héðan og þaðan út af því að Sál var haldinn illum anda. Klikkaður. En hann hastaði á menn sína. Það segir reikningin. Hann hastaði á það og hann sagði, nei, ég mun ekki snerta drottinn smurða. Magnaður. Það sem að gerist næst er að Sál lappar út, fer aftur á bak og er að fara í burtu. Þegar Davíð lappar út úr hellinum með mennans bak við sig. Og hann segir, hei þú, konungur, ég heiðra þig. Og hann leggst í duftið. Hann leggst í duftið. Svo stendur hann upp og hann segir hluti sem eru alveg ótrúlega magnaðir. Ég ætla að reyna að finna það hérna. Ég ætla að byrja því að segja hérna, drottinn forði mig frá því að gera annað eins og þetta gegn herra mínum, drottinn smurða. Drottinn forði mig frá því að leggja hendur á hann, því hann er drottinn smurði. Talaði við menn sína. Þá ávítaði Davíð menn sína harðlega og leyfði þeim ekki að ráðast á Sál. Hann auðmýkir sig í duftið og hann segir við Sál, ég er auðmjúkur þjónn þinn, en aðeins Guð mun skera úr hvor er betri maður. Og hann tekur upp bútinn og sýnir honum, hann hefði getað drepið hann, en hann kaus að gera það ekki. Og vinir, á þessum tímapunkti vissu allir hver var betri maðurinn. Hver einn og einasti sem var á svæðinu og horfði á þetta gerast, vissu að Davíð var betri maðurinn. Og vinir, Guð gef okkur náð til að taka svona ákvarðanir í erfiðum kringumstæðum. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að Davíð, hans konungdómur, mun vara að eilífu. Hann tók rétta ákvörðun í erfiðum kringumstæðum. Og vinir, ég trúi því að Guð er að biðja okkur það sama. Staðreyndin er sú að vani byrja með ákvörðun. Hvert mynstur byrjar bara með fyrstu línunni.
Og hver braut sem að við förum byrjar á einu skrefi, vinir. Þegar við stöndum frammi fyrir lífsmótandi kringumstæðum, þá er svo mikilvægt að ana ekki út í neitt, taka skref tilbaka og biðja Guð visku. Og oft á tíðum er Guð með fólki kringum okkur sem að gefur okkur visku. En það sem að við höfum fram yfir Davíð er þetta. Við höfum nýja sáttmálan. Við höfum heilan anda sem að býr í brjóst okkar. Sem að vekur okkur upp ef með þarf, vinir. Hann er ekki bara huggarinn okkar, hann er líka ráðgjafinn okkar. Hann er líka sá sem að leiðir okkur í allan sannleikann. Hann er líka sá sem umvefur og vitið það, vinir. Drottinn vill að þú lifir þínu besta lífi. Ekki láta neinn draga þig niður á okkar plan sem að þú getur ekki lifa með. Ekki gera það. Ef að Guð hefur sett þig í kringumstæður, þá treystir Guð þér líka fyrir kringumstæðunum. Guð treystir þér fyrir kringumstæðunum og það sem að meira er, hann treystir anda sínum í þér. Hann er hjálparinn okkar. Og vinir, þegar við upplifum pressu, það þarf ekki að selja okkur að gera réttan hlut. En við byrjum stundum að selja okkur hugmyndina þegar við ætlum að gera eitthvað rangt, að þetta sé í rauninni bara allt í lagi. Ekki fara þangað. Ekki láta neitt draga þig á það plan að þú verður að gera hluti sem að muni elta þig í gegnum lífið. Þessar kringumstæður hjá Davíð voru lífsmótandi fyrir alla hans framtíð. Og Guð gaf honum náð til að taka rétta ákvörðun. Og Guð gef okkur náð líka, vinir, að í staðinn fyrir að æða áfram, réttlæta einhverja hegðun út af því einhver hefur verið einhvern veginn við okkur. Trúið mér, ég hef gert þetta. Tökum skref tilbaka og segjum byttu. Þegar andi Guðs í hjart okkar segir, hlustum á það. Má ég heyra amen? Ég bara trúi því að ein af þessum ástæðum fyrir því að Guð er að gefa okkur meiri frið, Guð er að setja allt á stopp, er til þess að við heyrum rödd hans. Og vinir, ég er búin að taka ákvörðun það að þetta ár, ég ætla bara að heyra rödd hans miklu oftar en ég hef verið að gera. Ég ætla bara að fara að galopna augum fyrir því sem hann vil gera. Því ég veit að minn ávani í dag er mín framtíð á morgun. Og vinir, ég ætla að velja mig. Ég ætla að velja mig veg. Ég ætla að hlusta á röddin og ég ætla ekki bara að hlusta á hann, ég ætla að framkoma það sem að röddin segir mér. Og vinir, í dag þá er Guð að tala við okkur. Og við stöndum öll frammi fyrir kringumstæðum í dag. Hlustaðu á röddin að hjartaðinu. Það sem að gerist það í kjölfarið, Sál beygir sig líka í dufti, hann segir, þú ert betri maður en ég. Allt Ísrael vissi að þetta var konungurinn sem koma ætti. Allir sem að voru að fylgja Sál, þessi 3000 hermenn sáu. Það er prinsipið, vinir. Þegar við auðmjúkum okkur undir Guðs voldugu hönd, hvað gerir drottinn? Hann lyftir okkur upp. Við þurfum ekki að berjast í eigin mætti. Guð mun sjá til þess. Og ef við gerum það sem við erum nógu stór að gera, treystum Guði, lyftum upp nafnans, tökum skref tilbaka. Það er þó allavega betra að taka enga ákvörðun þegar manni líður þannig í staðin fyrir ranga ákvörðun. Það sem við eigum að vera að gera er að biðja fyrir óvinum okkar. Við eigum að blessa þá. Og margir hugsa, hvernig getum við blessað óvin okkar? Blessun þýðir vogaskálar. Vitið hvað blessun þýðir? Ég er í raunin að biðja Guð að gefa þér það sem að þú hefur sáð. Því að það er blessun. Blessun þýða
vogaskálar. Þú ert alltaf að biðja vogaskála Drottins inn í líf fólks. Það sem hefur verið sáð, þannig mun og verða uppskorið. Ekki satt. En vinir, Davíð tók rétta ákvörðun. Í dag getum þú og ég líka tekið rétta ákvörðun. Og mér langar aftur að minnast á það. Að við gerum öll glóríur í lífinu. Það er ekki bara ég. Ég er ekki ein, er það? Við gerum öll glóríur í lífinu. En það er svo frábært með Drottinn. Það kemur ný náð. Það kemur nýr þroski. Vinir, það sem ég gerði þegar ég var 16 ára, ger ég ekki í dag. Við lærum á reynslunni. Og þegar máli skiptir að taka rétta ákvarðanir, Guð gef okkur náð til að taka réttar ákvarðanir í Jesú nafni. Munum það að ávani byrja bara á fyrsta skipti. Hvert minnstur byrja bara á fyrstu línunni. Og hvert ferðalag byrjar á einu skrefi. Hver eru þín skref í dag? Drottinn blessi ykkur. Biðjum saman. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég lyft upp þínu heila nafni. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minna. Þú hefur sett anda þinn inn í hjarta okkar. Þú hjálpar okkur að taka góðar ákvarðanir. Og Drottinn, ég veit, við höfum öll farið í gegnum kringumstæður sem eru erfiðar. Við höfum öll verið með fólk í kringum okkur sem hefur kannski meitt okkur með einhverjum hætti. Gjafðu okkur náð til þess að leyfa þér að vera Guð. Láta ekki fólk draga okkur á þeirra plan, heldur að leyfa röddin í hjarta okkar. Rödd þinni sem segir að heyrast. Drottinn, gjafðu okkur náð að vera ekki bara heyrendur orðsins, heldur vera líka gjörendur. Og þegar máli skiptir, að fólk mætti sjá að við eigum eitthvað í þér. Og hvernig munu þau þekkjast? Þau munu þekkjast á kærleika þínu. Þau munu þekkjast á kærleika til hvers annars. Og þau munu biðja fyrir óvinum sínum. Það er meiri háttar erfitt að biðja fyrir óvinum sínum. En það er lausn fólkin í því. Á sama tíma, Drottinn, þá bið ég fyrir öllum þeim sem hafa beitt ofbeldi, að þú komir þeim á þann stað, að þau gera iðrun, að það verði afturhvarf, að það verði breyting í Jesú nafni. Og Drottinn, ég lofa þig fyrir það að þú ert stærri en allt. Þú ert meir en allt. Og Drottinn, þú getur sætt, Drottinn, það sem við sjáum ekki sættir. Þú getur líka bundið það sem er brotið. Og Drottinn, þú gefur mér svo upprisu það sem hefur verið drepið. Ég bara lofa þitt nafn. Lofa þitt nafn. Ég vex sama þig, Jesús. Halleluja. Mér langar til þess að bara spyrja hér í dag og bara biðja ykkur að beygja höfuði. Er einhver í svona aðstæðum í dag þar sem að þið þurfið kraft og styrk frá Drottni að gera það rétta? Má ég sé, sé hendur á lofti. Við erum sennilega öll í þannig kringumstæðum. Ég sé hendur á lofti. Ég ætla bara að biðja, og ég veit að þú sem ert heima, þú ert örugglega líka í þannig aðstæðum. Ég ætla bara að biðja Guð að gefa visku og kraft. Visku og kraft. Drottinn, ég bara bið fyrir öllum þeim sem í þessum aðstæðum. Ég bið að gefa visku. Ég bið að gefa gnægð visku. Og Drottinn, ég bið líka að við fáum þetta tækifæri til þess að ýta á pásu. Ef það kemur upp eitthvað svona, eitthvað þrýstingur í líf okkar.
Við erum við það að fara að gera rangt í kringumstæðunum og það er jafnvel réttlætanlegt að gera það ekki. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú gefur örlátlega og átölulegst til allra þeirra sem biðja þín. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minna, að þinn er dýrðin, þín er dýrðin, þinn er mátturinn. Og þú hefur trú á þínu fólki og þú vilt að við lifum okkar besta lífi, að við verðum besta útgáfan af sjálfum okkur. Og við biðjum Drottinu náð til þess að verða það. Og ég biði í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og ef þú ert að hlusta mál mitt og þú þekkir ekki Jesú og þú vilt kynnast honum, þá er Jesú bara einni bæn í burtu. Hann er svo nærri, hann er svo nálægt. Og mér langar til þess að biðja það sem við köllum frelsisbæn, það er bæn frelsisins. Það stendur í Rómverjabréfinu, ef við trúum í hjart okkar og játum með vörum okkar, þá munum við hólpið með það. Það er svo einfalt að taka við frelsisverki Jesú, það er bara trú og játning. Og mér langar til þess að biðja bæn og ég biðja ykkur að biðja bænina eftir mér og hún er svona: Kæri Jesús, ég biðja að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég biðja að fyrirgefa mig sérhverja synd. Ég biðja að fylla mig af anda þínum. Viltu ganga með mig hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heilaga nafni, í Jesú heilaga nafni, amen og amen. Drottinn blessi ykkur og varviti ykkur. Amen. Nú er samkomin að enda. Við þökkum ykkur fyrir að taka þátt með okkur í dag. Þetta var virkilega blessuð lofgjörð, virkilega blessað orð og við vitum að þegar við förum með þetta út í vikuna sem við erum að fara í, þá mun þetta vera blessun ykkur til handa og þá sem þið talið við. Við biðjum Guð að blessa ykkur og okkur hlakkar til að sjá ykkur að viku liðinni.